Æ, góði besti, hætt að fokkin grenja. Þetta hræðilegt kaffi. Já, þetta kaffi, sko, það alveg ómögulegt. Getur ekki fengið eitthvað nýtt? Það handónýtt. Já, vel með að fá okkar nýtt. Sko, kaffitár, þeir eru með frábært kaffi. Það besta kaffi. Við erum eiginlega bara að tala við Sharp og fá kaffitár. Ég alveg sammálaður. Ógeðslegt. Þetta bara skálp. Góðan daginn, við erum komin hérna til Jóa Fel og við ætlum að athuga hvernig salan hafi ekki aukist eftir að við fluttum aftur í skútuvæn. Sæll Jói, alltaf að pumpa? Ég að pumpa, þú sjá? Nei, ég er góður, Hérna, hefur salan ekki aukist eftir að við fluttum aftur hérna í skútuvæn? Já, hún hefur aukist mikið. Það ekki? Mikið, og maður kannski helst að þakka hérna okkar helsta viðskiptavini síðustu 20 ár. Já, má ég sjá hann? Ragnar, þú nær kannski mynd af þessu? Já, glæsilegt. Herðu, já, bara þakka kærlega fyrir. Það var nú lítið. Takk. Nei, félagi, ertu kúneskan? Gekk illa í dag hjá þér. Þú varst 37 mínútur í dag. Sko svo, hvað þið kallið? Domestic! Woo! Hvað þið strákar, er það domestic í dag? Dísillinn domestic! Woohoo! Domo! Hauðsi, er domestic í dag? Domestic! Hvað djöl? Hvaða grín er þetta alltaf hitt? Hver er með þetta? Það er ekki hægt að taka hlutin áralega í 10 sekúndur. Stopp! Hvað rugl er þessi? Þú má ekki leggja hérna. Ég er að vinna með þér. Þetta eru okkar staðir, þú ekki leggja hérna. Burt með bílinn. Við erum að vinna saman. Nei, Steini, þú Jöfussi, veist hvernig þetta er. Ég ræð hérna. Hérna, ég ráða. Takk. Já. Það virkar það. Jóbi. Bara, máttur á morgun bara? Já, Jóbi. Blessaður að gera. Það er smá vesen sending hérna. Marel, 9 pakkar, 150 kíló. Dresskót og svona. Hvað kannst ekki þetta? Nei, ég hef ekki séð hana. Já. Nei, ég sendi ekki hérna. Getur þið leitað aðeins eftir þessu? Þeir eru eitthvað stressaðir og það verður eiginlega að koma bara strax. Sérðu þetta ekki? Getur þið ekki tjekka á Haffa og beða hann að leita það í kringu sig? Haffi, hefur þið séð sendinguna? Nei, hún er ekki hérna. Sorry, já, bye. Búm! Tökum hana fund, strákar. Búm! Tökum hana fund, búm, búm. Svo ferum við til drölllegur. Búm, búm, búm. Við erum hérna í fjósinu í Skútuvogi svokallað, þar sem höfuðstofar DHL eru og það er búin að vera mikil ónægja upp á síðkastið.
í fjósinu vegna aðstöðunar og við erum hérna með talsmenn fjósins. Það er Rannveig Kristjánsdóttir og Auður Þórarinsdóttir. Það er að hafa sitthvað málið að segja, Rannveig. Þið ekki ánægðir með stöðuna? Við látum ekki bjóða okkur þetta. Já, hyggist þið mótmæla þessu eitthvað frekar? Við látum ekki bjóða okkur þetta. Já, ég heyri það að þið ekki ánægðir. Og hvaða aðgerðir hyggist þið að taka gegn þessu? Æ, góði besti, hætta fokkin grenja. Já, eins og við sjáum sterk orð og mikil ólga í starfsmönnum í fjósinu. Átni! Já. Spúið að sjá þetta? Hvað? Bara einstakling á mér aukinu, í bæinn. Já, ok. Já, ára, ára. Komið! Komið! Sæl. Við erum hérna fyrir utan Adam og Evu, en við höfum heyrt að þessi búð hafi blómstrað eftir að DHL flutti aftur í Skútuvogi. Já, komið sæl. Við erum komin hérna inn í verslunina og erum búin að hitta hérna starfsmann verslunarinnar. Við ætlum að spyrja hana, er það rétt að viðskiptin hafa aukist eftir að DHL flutti hérna í Skútuvogin aftur? Síðan DHL flutti aftur í Skútuvogin þá hafa viðskiptin allir aukið söluna hérna helming. Já. Og er það eitthvað sérstakt sem hann hefur verið að kaupa? Getur þú sýnt okkur það? Já. Það er komið þetta og þetta. Já. Það er ekkert öðruvísi. Við höfum líka heyrt að starfsmaðurinn nafni Auður, hún hefur líka verið að vesla dálítið mikið hérna. Er það rétt? Mikið rétt. Já. Getur þú sýnt okkur eitthvað sem hún hefur gert? Já. Það er til dæmis þetta hérna. Já. Það er ekkert minna. Herðu, við þökkum bara kærlega fyrir. Já, takk sömuleiðis. Já, þessi. Halló, stopp. Halló. Þú mátt ekki leggja hér, þetta er DHL. Burt með þessi anskotans bílinn hérna. Þeir eru flutti. Já, það er ennþá DHL hérna í glugga. Burt með þessi. Ég er hér. Burt með bílinn. Þeir eru flutti. Nei, sjá hérna, DHL. Ég er Burt með þessi bílinn. Við erum hérna með hana Viktoríu Solotunitsenko. Hún er ýmsu vön úr gamla Rússlandi en þetta er engu líkt, Viktoría. Já, hún vill ekki tjá sig um málið og greinilega ekki sátt. En Góðan daginn. hann þarf að senda þetta til Írlands. Hún er frekar seint kallið minn. Seint? Það er ekkert seint. Hvað? Ég ást að ná í dag. Hvað kostar að flytja þetta? $10.500 pluss eldsneyti sem vantarlega 52% yfir á það. Já, sæll. Hvað ætlaði að vera lengi að flytja þetta? 5-6 virka daga. Hvað, eru þið með eitthvað árabót hérna á milli eða? Er ekki flugvélar eða? Bara okkar tími kallið minn. Já, ég sendi það bara með bréfdúinni sko. Ég hugsa þessi fljótari þó hún villist á leiðinni. Þú blessaður. Já, sæll. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað getur ég gert fyrir því? Ég senda þetta til Danmerkur. Já. Við ætlum að geta röddað því. Hvað er þetta lengi á leiðinni? Heyrðu, við ætlum að geta reddað þessu fyrir hádegi á morgun. Skellum bara svona. Frábært. Fyrir 12 límað á þetta. Ready to go. Vá, hvað þau eru sterkir og duglegir og gefa all. Erum það, ha? Hvað kostar svona?
Fyrir svona flotta bíl eins og þig, ég látum þetta bara fljóta með. Vá, takk fyrir. Það var lítið. Búm, búm! Strákar, þá var fart í Keflavíkurinn. Búm, búm! Búm, vakna! Já. Búm, búm! Let's go! Búm! Hvað er sjá þessi? Nú verður að gera tjekk á þér, drengur. Anskotans. Hvar eru límmiðar? Hafi? Það vantar að fleiri límmiða. Hvað er þessi Coke dós? Henda í rúslinn strax. Ég var nú bara að klára hana. McDonald's. Allt þessi í rúslinn, anskotin. Svarta peysa á ekki að nota í bíl, bara í Keflavík. Henda öllu þessu. Heldur þú verið einhvern tíma góður í fótbolta að borða þessi anskotin? Ha? Má ég sjá þig? Drullu, skítugur, órakaður, farið heim í stúlku núna. Nú er síðasti check-in, Hafi. Kemur með mér hérna aftur í bíl. Við erum að skoða þessi. Það rugl í gangi. Góðum bara hérna. Góðum með pappa. Já, Hafi minn, þetta er mjög gott. Þetta er mjög fínt. Þú er standað þig vel. Þú er standað þig vel. Við sjáumst í næstu viku. Já, við erum hérna með nýjustu fréttir úr fjósinu svokallaða og við sjáum það að starfsmenn eru búin að leggja niður störf og neita að vinna.